Í ferðinu eða hlutanum sem heitir Svona gerið þið útskýrt hvernig ætlast til að nemandi skipuleggi og leysi viðfangsefnið. Þetta sagt hvað nemendur þurfa að gera til að ljúka verkefninu fyrir liggur. Best að lýsa atburðarás og vinnuröð eins nákvæmlega og vel og hægt og öllum þeim þrepum sem nemendur þurfa að fara í gegnum til að ljúka verkefninu án þess þó að við förum að tapa okkur einhverjum smáatriðum. Ef til dæmis ætlunin að skipta nemendum í hópa þá að gera að geta þess þarna með hvaða hætti svo hópaskiptinga á að fara fram. Og eftir því sem ferilýsingin skýrari og betur unnin geta nemendur og aðrir kennarar betur átt sig á leiðangrinum og þeirri vinnu sem hann krefst. Kennarar eiga þá líka betra með að átta sig á hverju þeir þurfa að breyta eða hnika til svo að leiðangurinn mæti þeirra þörfum í kennslu. En við verðum samt að hafa í vel í huga að þessi síða skrifuð fyrir nemendur. Þannig erum við að tala til nemendana og verðum að muna eftir að beina mála okkar til þeirra. Nú í þessum hluta birti kennarinn líka þær bjargir sem nemendur hafa til að leysa viðfangsefnið. Þær geta verið með ýmsu móti en fyrst og fremst þurfa þær auðvitað að vera krækjur eða tenglar í vefefni ef að vefleiðangur að ræða. Annars þetta engin vefleiðangur. Oft gott að skipta tenglar flokka þannig að sumar þeirra séu kannski fyrir alla nemendur á meðan aðrir tenglar eru kannski fyrir einstaka hópa eða jafnvel einstaka nemendur. Því að það má alveg hugsa sér að einstaklingsmiða svolítið krækjurnar og koma þannig til móts við mismunandi getu nemenda. Því að við erum nú alltaf að hugsa þessa einstaklingsmiðu. Nú það áríðandi og nauðsynlegt að lýsa öllum krækjum svo að nemendur viti fyrirfram á hvað þeir eru að smella, hvaða sem þeir eru að fara að skoða. Það ekki nóg að segja bara hvar.is. Það segir nemendum ekki neitt. Við skrifum fyrir aftan rafræn gagnasöfn. Þannig að þeir vitið sem sé fyrirfram að það eru þeir að fara að skoða. Nú, það líka rétt að benda á það að bjargirnar eru ekki bara bundnar vefinn eða internetið. Heldur maður að afla upplýsinga og heimilda og efnis og áhalda hvaðan sem af bókasafni, af margmiðlunardiskum, af ferðaskrifstofum ef landafræðiverkefni að ræða og þannig áfram. Nú í ferðluslutanum mega líka koma fram ábendingar hvernig má vinna úr upplýsingunum, til dæmis ráðleggingar að nota flæðirit eða töflur, hugtakakort eða einhvað slíkt. Og þar getum við líka lagt fram gátlista sem að nemendur geta stuðst við meðan þeir eru að fara í gegnum vinnuferlið. Það allt hægt í því, en þarna reynum við að útskýra eins vel og við getum fyrir nemendum í hverju, eða hvert ferlið við að vinna þetta viðfangsefni. Nú þetta auðvitað hægt að gera líka, mjög auðvelt að gera þetta með slæmum hætti ef við hugsum ekki neitt. Og ég, glemdi ég nú að það var eitthvað aðeins rugluð í þessu. Já, það auðvitað nauðsynlegt að velja náttúrulega krækjur sem að nemendur að nota af mikilli kostgæfni og með aldur og getu nemenda í huga. Ef við verum að búa til vefleiðangur fyrir 4. bekk þá veljum við ekki sömu krækjur og við myndum nota fyrir 10. bekk. Þannig að við þurfum auðvitað að spá í það. Og við þurfum líka að passa að sérstaklega við erum að vísa í stóra og umfangsvilla vefi að vísa beint í það sem við ætlum að nota. Og þegar var mjög algengt hér áður að ramma síður með þeim hætti að það kom alltaf samskonar adressa af slóðinni alveg sama hvar við vorum stödd í vefnum. En aftur á móti ef maður áður að smelta á krækjunu, ef maður hægri smelti og notaði open a new window, þá fengum við slóðina beint inn í það sem við vildum fá. Og það auðvitað mjög áríðandi þegar við erum að leggja upp með svona verkefni sérstaklega fyrir yngri nemendur að þetta sé allt saman beint. Þau ráða ekkert við að gramsa á heilum Akureyrarvef eða Hafnarfjarðarvef eða hvað það nú heitir að leita að einhverju sem það djúpt falið. Þannig við verum að passa að þetta sé byggt upp þannig að þau finni það auðveldlega. Nú ég setti þarna kannski dæmi það sem ég kalla svona innan gæsalappa slæmt ferli og bjargir.
Þetta sem sé dæmi vefleiðangurinn Tyrkjaránið og ég tek þetta gjarnan sem dæmi fyrir mína nemendur þegar við erum að spjalla þetta. Þarna þessir vefleiðangur var ætlaður að vísu fyrir minni með 7. 8. bekk eða einhvað slíkt, en þið sjáu það fyrsta sem sé björgin sem að vísa þeir í reisubók Guðrúnar Símonardóttur sem hinn besta bók. Ég gat ekki sofið fyrir ég var búin að klára hana, en hún svona þykk og massífu texti og ég ekki að sjá fyrir mér að í vefleiðangurinn Tyrkjaránið að við getum ætlað öllum nemendum þó þess ég komnir í 7. 8. bekk að þið klári að lesa reisubók Guðrúnar sem einhvern upplegg til þess að vinna með þarna. Nú fjöldi vefslóða sem eru 2 og það ekki til neitt sem heitir www.tyrkjaránið.is. Safnvefur Vestmannaeyja var reyndar til, hann að vísu ekki til lengur, þannig að þessi slóð var virk en það ekki lengur. Og svo kemur nokkuð sem við náttúrulega gerum ekki, þess vegna erum við að búa til vefleiðangra, af því að við ætlum ekki að senda nemendur inn á leitavélar eins og google.com og það kemur örugglega bara upp fjöldin allir að síðum. Það ekki tilgangurinn. Við erum að afmarka viðfangsefni fyrir nemendurna, við erum að velja handa þeim krækjurnar en ekki að senda þau bara inn á Google til að leita að bara einhverju. Því það getur tekið ómældan tíma. Þau auðvitað þroskast og það kannski hægt að gera það síðar en svona allavega ekki í byrjun. Þannig að endilega hafa það vel í huga. Nú í þessum þætti, matinu, þá lýsum við auðvitað fyrir nemendunum hvernig vinna það kemur til með að vera metin og frammistaðan. Og matið þarf þá auðvitað að vera í samræmi við þau markmið sem við höfum sett með þessu verkefni eða námsni. Nú við getum til dæmis útbúið matsblöð og vísað í þau af leiðangurinnum. Nú við þurfum auðvitað að tiltaka hvort það verður gefin einstaklingseinkunn eða hvort hópvinnan verður metin sem bara ein heild. Kannski einhvern að gefa sambland af hvoru tveggja en við þurfum að láta það koma fram þarna. Að nefndu við hvernig þeir verða metnir. Og svo það niðurstaðan. Hér höfum við nokkra setningar sem draga svona saman lærdóminn sem að ætla má að nemendurnir hafi náð við þetta viðfangsefni. Og þarna getum við líka varpa fram frekari spurningum og sett inn krækjur til að hvetja nemandan til frekara náms viðfangsefni. Nú ómissandi þáttur af öllum vefleiðangrum kennarasíðan og hvað nú það? Við vitum það að kennsluáætlun nauðsynlegur undanfari góðrar og velheppnaðrar kennslustundar og vissulega misjafnt hversu ítarlega kennsluáætlun kennara gera en flestir setja nú eitthvað niður á blað kennsluna sína. Og þess vegna má segja að kennarasíðan sé þessi nauðsynlegi partur á góðum vefleiðangri. Hún sett upp með sama hætti og nemendasíðan en þarna auðvitað verið að tala til kennarana og allar upplýsingar undir þessum 5 þáttum, kynning, verkefni, ferli, mat og niðurstaða, miðast við kennarana. Nú, við setjum fram upplýsingar eins og fyrir hvaða aldur þetta verkefni hugsað, hvernig tengist það námskráni, hvaða gögn þarf kennarinn að hafa til að framkvæma verkefnið og öll þessi svona smáatriði sem við erum að punta hjá okkur áður en við förum að kenna. Og ef að þessi síða vel unnin á mjög auðveldan hátt hægt að leyfa öðrum að njóta góðs af verkefninu. Og ef að maður egóisti og vill ekki leyfa öðrum að njóta með sér, þá auðvitað bara mjög gott að eiga þetta á blaði til þess að maður geti eftir 1-2 ár jafnvel nota sama vefleiðangurinn aftur, jafnvel með nýjum krækjum, en þá erum við sem sé komin hérna með minnispunktana sem að við höfum og munum hvernig, því að við erum voðalega fljóta að gleyma því hvernig gerðum við þetta aftur í hittifyrra. Nú enginn smiður í fyrsta sinn, kennarar átta sig oft ekkert á umfangi verkefna fyrir þeir eru búnir að keyra svona verkefni einni og þessin auðvitað mjög gott að fara yfir vefleiðangurinn leið og yfirferð verkefni lokið til að endurbæta það sem betum að fara. Þá kennarasíðan sem notið í það og auðvitað nemendasíðan með hliðsjón af því og þá eigum við þetta mat til notkunar seinna ef við viljum grípa í eða